Magnús, við ætlum að tala einmitt frjálsa fjölmiðla. Þú ert að skrifa núna á vefritið Nei. Já. Og hérna þú hefur svona vissar efasemdir það að fjölmiðlar hérna hafi verið frjálsir og þeir hafi fylgt sínu lýðræðislega ábyrga hlutverki. Já, vægast sagt. Sko, þetta náttúrulega umræða sem að gífurlega flókin og viðfeðm, en svona, það svona kannski mikilvægt að dempa sér beint í grunninn og Íslendingar vilja kenna sig við lýðræði, við erum lýðveldi Ísland og þá er kannski við hæfa, ég spurði þig bara, hvað er lýðræði? Geturðu svarað því? Ég ætla ekki að ekki að reyna því, Ég ætla ekki að reyna það núna í þessum stundatíma, en ég tel mig að hafa hugmyndir það. Ok, burt sér frá því hvað hugmyndir fólk hefur lýðræði, þá er lýðræði alltaf háð því, það er að segja þáttaka almennings í lýðræðislegri umræðu er háð því að almenningur hafi aðgang að óháðri uppsprettu upplýsinga. Það er að segja uppsprettu sem er ekki menguð af flokkpólitískum hagsmunum eða fjárhagslegum hagsmunum. Og það er engin af meginstraums fjölmiðlunum sem fellur undir þetta í dag. Og þá spyr ég bara aftur, hvert er hlutverk fjölmiðla eða fréttamanna í lýðræði samfélagi? Þú ert fréttamaður og lítur að gera einhverja hugmyndir um það. Upplýsa, leita sannleikans. Ég til að minna vera heiðarlegur og réttsýnur og ekki standa með peningaöflum eða stjórnmálaflokkum. Óháð því hvort sannleikurinn sé óþægilegur? Já. Ok, það sló mig þess vegna að ég hafði svipaðar hugmyndir. Ég hlustaði á síðdegisútvarp Rásar 2 í desember og þar var jólasveinninn að tala og hann kallaði sig Gunnar Smára Egilsson og hann var verið að tala um ábyrgð fjölmiðla og hann sagði að það væri ekki hægt að kenna fjölmiðlamönnum slæmt fjölmiðlaumhverfi. Hann viðurkenndi sem sagt sjálfur að fjölmiðlaumhverfi væri fyrir neðan allar hellur. Heldur væri almenningi að kenna. Og hann tók sem dæmi að hann hefði vælt lengi vel yfir grænmetisborðunum í stórmarkaðunum af því að kartöflurnar voru ónýtar og laukurinn var ekki nógu góður. En svo gera hann sér auðvitað grein fyrir því að það var ekki við kaupmanninn að sakast vegna þess að hverjir búa til grænmetisborðið í kerfi sem einkennist af lögmálum framboðs og eftirspurnar. Jú, það eru neytendurnir. Og þess vegna það eru neytendurnir sem að bera ábyrgð á þessu. Og svo tók við sem dæmi að í Þjóðleikhúsinu þá er alltaf sýningin hart í bak vegna þess að fólk vil bara sjá þessa meðalmennsku aftur og aftur og aftur á meðan aðrar sýningar eru látnar flakka. Það er að segja, fjölmiðlar þessi helsti arkitekt íslensk fjölmiðlaumhverfis í dag skilgreinir hlutverk fjölmiðla þannig að þeir séu einhverjir skemmtikraftar, að þetta séu eitthvað fjölleikahús sem hafa skemmta fólki, svara eftirspurn eftir þægilegum og góðum fréttum, raska yngri ró. Í góðærinu, sagði hann, var krafa góðar fréttir og þá fluttu fjölmiðla bara góðar fréttir. Og sannleikurinn er þá bara í algjöru aukahlutverki í þessu leikriti. Hvað er eiginlega í gangi? Jú, auðvitað 365 fjölmiðla samsteypa í einkaeigu, henni er einfaldlega lagalega skylt að hámarka gróða hluthafa, ekki satt? Ef að þeir eru þó að keppa áhorf og vilja bara sýna þá einhverja þægilega fréttir sem allir vilja sjá, þá stangast það á við þessi markmið sem þú sagði sjálfur núna áðan að væru frumforsenda allra fréttamanna. Það er að segja, systemið sjálft, þessi fréttastofa er í mótsögn við sjálfa sig. Og hvað gerist þá núna þegar ríkissjónvarpið, hvert er hlutverk ríkissjónvarpsins? Hvert er upplýsa, fræða, standa vörðu menningarleg gildi þjóðarinnar og bla bla bla. Og skemmta líka. Erum við ekki að fara að skipta yfir í auglýsingar eftir? Er þetta ekki að vera komið gott hjá mig bara? Við vil ekki fá þetta svona 5 mínútna stjórnumáltíð og svo getur fólk fengið ára. Hér erum velkomin að tala samt aðeins lengur. En þú vilt meina, það er náttúrulega eitt sem við verðum kannski að fókusera á því að það er svo lærdómsríkt. Það er frammistaða fjölmiðla í þessum tíma útrásarinnar. Það er náttúrulega bara skólabókardæmi og eitthvað sem þarf að rannsaka bara til að eiga það svona á skrá. Já, það er mjög áhugavert það er allt eins, fattarðu. Allir íslenski fjölmiðlar, þeir eru allir eins uppbyggðir, allir fréttatímarnir eru eins. Það er talað við sömu fámennu klíku fólks, það eru fengnir svona álitsgjafar, Pétur Blöndal, rosalega hlýtur sá maður að vita mikið, hann er í hverju einustu viku, þá er Pétur Blöndal fenginn í hvern einasta umræðu þátt til þess að gefa álit sitt á einhverju máli sem að ég get ekki ímynda mér, hann hafi svona viðfanna þekkingu og djúpa þekkingu á öllum þessum málum. Þannig að það er að tala við sömu klíku fólks sem veit ótrúlega lítið alveg ótrúlega margt og þetta fólk á að segja mér og þér
hvernig heimurinn og virkar. Og þetta svona stemningi sem við verið í þjóðfélaginu. Það að segja, það hefur aldrei mátt fara fram nein grundvallar umræða þau gildi sem þetta samfélag byggist á. Aldrei nein grundvallar hugmyndafræði hafa allir verið samdauna þessum óhefta kapitalisma, þessari neyslu geðveiki. Og það engin mælikvarði á heilbrigði eða gæði fjölmiðla að vera samdauna gjörsamlega sjúku samfélagi. Það bara ekki neitt. Þetta bara, finnst mér, grafalvarlegt mál og ábyrgð fjölmiðla í þessu efnahagshruni. Þeir hafa allir brugðist yfirlýstri skyldu sinni. Hver einn einasti. Það sem ég segi, þetta skólabókardæmi. Þetta skólabókardæmi. Það eitthvað sem þarf að rannsaka, að þetta var í rauninni... Sástu Hardtalk Geir Haarde. Á hverju heldur að Geir Haarde hafi komið út úr þessu viðtali eins og hann væri þroskaheftur eða siðblindur? Það vegna þess að hafa verið að tala mannamál. Það hafa verið að, blaðamaðurinn tók ekki þátt í þessum skrípaleik með honum. Hann spurði hann einfaldra spurninga. Hann sagði, elsku Geir, það þarf ekki rocket scientist, eldflauga vísindamann, til þess að fatta, til þess að skilja hvað ég að spyrja Og þar með... Heldur hann myndi tala svona við Gordon Brown, þessi blaðamaður? Það skiptir ekki máli. Það skiptir bara nákvæmlega engu máli. Það ekki hægt að segja... Hann var reyndar að tala við... Þú varst að tala alkohólista áðan, skilur. Það engin afsökun fyrir ofdrykkjumann að benda á sprautufíkil og segja þessi verð en ég. Vandamáli til staðar enga síður. En sérðu von í því að fjölmiðlarnir, þeir eru náttúrulega augljóslega orðnir krítískar. Við tölum Morgunblaðið áðan. Morgunblaðið í einhverju lausu lofti varðandi eignarhald og allt í einu Morgunblaðið orðin líklega krítiskasti fjölmiðillinn allavega á alla þessa efnahagsgjörninga. Tortóla og fleira. Já. Það er ekki bara þægilegt. Krítiska, nú skulum við tala mikilvægi þess að fjölmiðill séu óháður. Hlutleysi er náttúrulega ekki til. Það er ekki hægt að vera hlutlaus. Maðurinn bara félagsvera og við þurfum ekki að fara út í það. Manneskja getur ekki verið hlutlaus nema sér unga barn eða hugljúmaður senmungur. Það bara einfalt mál. En að vera óháður, það að segja að þitt sjónarhorn sem manneskja sé ekki þvingað af einhverjum flokkspólitískum eða fjárhagslegum öflum, það hins vegar allt annað mál. Mikilvægi þess að almenningur hafi aðgang að óháðri uppsprettu rosalega, ef við tekum hlust Morgunblaðið, tökum Vefritið Nei sem ég starfa fyrir. Þar ertu með Vefritið Nei og undirmálsgrein undir nafninu stendur Kommunist Dagblað. Fólk veit allavega sjónarhólinn sem við erum að presentera hlutin út frá. Við erum ekki að gefa okkur út fyrir að vera neitt annað en það sem við erum. Við erum Kommunist Dagblað. Hvernig svo sem fólk vil skilja kommunisma, þá skiptir það ekki máli vegna þess að við erum með skilgreiningu á því hvað kommunismi er. Morgunblaðið hins vegar, sem málgagn Sjálfstæðisflokksins, og hefur alltaf verið málgagn Sjálfstæðisflokksins og þessara hægri stefnu, að gefa sig út fyrir að vera eitthvað hlutlaus miðill sem allir vita að það ekki. Þannig að fólki seld einhver hugmynd sem áser einhver stóð í veruleikanum. Hvernig líst það þá að Morgunblaðið verði stjórnað af svona almenningshlutafélag? Mér líst ágætlega á það, en á sama tíma þá mun þetta almenningshlutafélag alltaf vera háð tekjum í formi auglýsinga. Og það sem getur strítt gegn þessu, ég veit langar ég fara að klára ég alveg að klára, að við erum að fara í auglýsingar. Nei, það ekki að því við erum að hleypa meiri gestum. Ok, þá skulum við enda út á því að miðill sem háður auglýsingum, hann getur ekki sinnt þessu hlutverki sínu svo vel séð. Ég skal taka dæmi. Heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis gaf út skýrslu út árið 2005 að kom í ljós að ofgnótt og ofneysla var helsta heilsufarsógn Íslendinga. Af þeim 5 þáttum sem helst minnkuðu lífsgæði og styttu lífslíkur voru holdarfar og hreyfingarleysi. Þetta kannski Pétur Blöndal að tala í Kastljósinu og svo skipt yfir í auglýsingar. Og hvað eru auglýsingar? Auglýsingar eru áróður sem á að selja fólki, sem á að hvetja til aukinnar neyslu og selja fólki þá hugmynd að þau fari þau vanti eitthvað sem hafa eitthvað þörf á í raun og veru. Að búa til langanir og getur aftur ekki hamingi Pepsi og svo allt þetta. Kastljósið til dæmis, þarna klippir yfir úr frétt það sem við verðum að tala að við eigum við neysluvandamál að stríða og sjónvarpið, miðillinn sjálfur fyrir síðan að hvetja til aukinnar neyslu. Hann í mótsögn við sjálfan sig aftur. Það svo mörgu að taka það hálfa verðinu. Ég ætla að bjóða þér aftur í þáttum, Magnús.